Jæja, krakkar, Kardimmomubærinn, þetta fræg saga sem mér að ég man vel eftir þegar ég var lítill strákur. Þetta búið svo lengi. En hvað eru þið að gera í Kardimmomubænum? Já, við erum bara með alls konar hlutverk. Já, við erum til dæmis krakkarnir í Kardimmomubæ, dýrin í dýrasölunni. Í dýrabúðinni, dýrabúðinni og alls konar fleira eins og dansarar og hann er í sirkusnum. Fjölleikamaður. Þannig að alls konar bara hvað. Þetta svakalega skemmtileg saga. Þetta æðisleg saga, bara hvernig hún líka bara. Þetta svona sígild saga sem allir þekki einhvern veginn. Það koma bara fólk á öllum aldri á sýninguna af því að fólk hefur bara komið bara síðan það voru litli krakkar. Já. Það gerir svona, það eru töfranir við það. Þetta er svona það hafa við þekkja allir söguna. Já, akkurat. Þekkið þið hana frá því að þið voru yngri? Já, ég fór á sýninguna þegar ég var yngri Þannig að ég man eftir miklu Þannig að það er mjög gaman að fá að vera með í þessu Svo að bókin lesi fyrir mann áður maður fer að sofa. Já. Það ákveðið Ég man eftir hljómplötu heima á æskuheimilinu mínu. Ég hef hlustað á hana. Já, ég myndi að kaupa mér vínil líka. Já. Það er eitthvað svolítið, það er flott við það. Já. Svo á ég líka svona gamla síðan amma afi keypti það. Hún virkar ekki neitt. Það heyrist ekkert í henni. Svo rispuð Getið þið rifjað upp svona, hvað ég að segja, örstutt nokkra setningar eða bara hver sagan í Kardimmomubænum, hvað snýst þetta? Já, þetta snýst bara bara fólkið og bara bæinn sjálfan, Kardimmomubæinn. Mjög friðsætt bær, en það eitt sem að ógna friðinum, sem eru ræningjarnir þrír. Jasper, Kasper og Jónatan, nákvæmlega. Og það eina vesenið með það af hverju að Bastíða bæjarfólk getur tekið það ekki fasta af því þeir eiga ljón. Og það vesenið við þetta En svo snýst bara svolítið bara þeirra svona hvernig þeir verða frá ræningum í betri manneskjur. Já. En þeir ræna Sofíu frænku, var það ekki þannig? Jú, mikið rétt. Jú, þeir gera það af því þeir eru alltaf latir til að nenna að gera allt sjálfur. Þeir ætla að fá hann til að þrífa fyrir sér það ekki? Jú. Og elda matinn. Og elda hann í það. Og þeir velja náttúrulega bara erfiðustu og reiðustu konu í bænum Það sem ekki góð mynd. Mjög skemmtilegt. Já, mjög. En það nú eitt að vera þáttakandi í svona flottu leikriti í þjóðleikhúsinu. Er það ekki? Það er bara heiður Sérstaklega þetta verk. Akkurat, bara æði að fá að vera með í þessu. Hvernig gerist það að þið eru þarna? Herði, við fórum í pröfur Það eru pröfur fyrir alla krakka Frá okkurum aldri, það var Og það komið 2000 krakkar í pröfunar. Þetta 1000 held ég. 1000 krakkar í pröfunar og 24 komist inn. 24. Þeir eru í úrvalshópi. Já, algjörlega. Og þetta náttúrulega bara, þetta alls ekki sjálfsagt og maður búinn að vinna mikið fyrir þessu. Búinn að æfa mikið. Já, líka skemmtilega við þetta, svona skemmtilega og ekki skemmtilega að við erum búin að vera að æfa Kardimmomubæinn síðan haustið 2019. Og COVID náttúrulega að trufla þetta. COVID búið að stoppa frumsýningun okkar tvisvar. Já. En við höfum aldrei gefist upp, sem betur fer. Og við náðum að frumsýna í lok ársins 2020 og þá kom aftur COVID og þá þurftum við að stoppa. En svo náðum við að sýna núna í byrjun febrúar og vonandi halda áfram. Já. Þið eru bæði, eins og maður segir, í skóla og að gera ýmislegt annað. Hvernig að skipuleggja daginn og hvernig verða sýningar framundan? Maður náttúrulega bara Allar sýningar helgar og þegar maður var á æfingum þá var náttúrulega bara að sleppa skóla. Maður misti mjög mikið af. En meðan svona þetta, maður fær nú ekkert svona tækifæri alltaf. Nei, nákvæmlega. Gefur Vestló svona séns? Nei, stóðst ekki en ég náði að fá smá díl hjá þeim og ég með svona díl með Þjóðleikhúsið og Vestló og þetta er ekkert mál. En þetta snýst mikið það að ég þarf líka að leggja mikið á mig heima sjálfur. Lærdóminn sem bara partur af þessu. Maður þarf bara að leggja mikið á sig og maður ætlar að vera í ykkur svona. Sjáið þið ykkur fyrir ykkur í framtíðinni á sviði Þjóðleikhússins? Ég vona það, já. Ég myndi gera allt til að það verði það Langar að vera leikari? Já. Já? Það langar mér Draumurinn. Það er draumurinn. Er einhver uppáhaldspersóna í Kardimmomubænum? Já, það er hann Jónatan. Já, ég er sammála þar. Það er bara þeir allir saman svo skemmtileg dynamík. Ræningjarnir? Já, þeir eru mjög skemmtilegir saman. Það gera svakalegt. Það er bara Jónatan, hann bara slæri gegn Já, algjörlega. Og hver leikur hann?
Hann Oddur heitir hann. Oddur Júlíusson. Já.